Mæði og visna eru sjúkdómar sem bárust til landsins með innflutningi á fé af karakúlkyni á fjórða áratug síðustu aldar. Það skemmst frá því að segja að þessi innflutningur olli gríðarlegu tjóni í íslenskum sauðfjárbúskap og skýrt dæmi hve næmt og berskjaldað íslenskt búfé getur verið fyrir sjúkdómum sem eru landlægir erlendis og á þess að nokkuð sé eftir þeim tekið. Þessi sjúkdómseinkenni komu ekki í ljós fyrir nokkrum árum eftir innflutninginn og þá höfðu sjúkdómarnir náð að dreifa sér mjög víða og var svo komið að í sýktum hjörðum þá voru 20–30% afföll á hverju ári og leit út fyrir að sauðfjárbúskapur legðist af á stórum svæðum. Mikil vinna var sett í gang, bæði til að rannsaka þessa sjúkdóma og reyna að útrýma þeim og það tókst að útrýma þeim með niðurskurði. En það tók næstum því 30 ár og áður en yfir lauk hafði þurft að fella yfir 650.000 fjár. En nú vitað að þessir sjúkdómar eru landlægir í allri Evrópu, Asíu, Afríku, Ameríku og á Spáni, Frakklandi og Ítalíu þá eru 50–100% hjarða sýktar. Þessi stofnun hér, Tilraunastöðin á Keldum, hún var einmitt sett á stofn til þess að rannsaka þessa sjúkdóma. Það tókst að einangra veiru sem að olli báðum sjúkdómum, mæði og visnu og Björn Sigurðsson sem var fyrsti forstöðumaður hér setti fram kenningar nýja gerð sjúkdóma sem hann vildi kalla hæggengasjúkdóma sem voru ekki langvinnar sýkingar eða bráðar og þessar kenningar Björns Sigurðssonar vöktu mikla athygli og fljótlega fóru vísindamenn bæði vestanhafs og austan að rannsaka þessa óvenjulegu veiru. Svo árið 1983 þegar að tókst að einangra veiru frá alnæmissjúklingi að þá kom í ljós að sú veira var mjög lík mæði visnuveiru, bæði að gerð og genasamsetningu og hún var sett í sama flokk og mæði visnuveira en þessar veirur voru kallaðar lentiveirur eftir kenningum Björns Sigurðssonar en lentus þýðir hægur. Á fyrstu árum rannsókna á alnæmisveirunni HIV komu rannsóknir sem gerðar höfðu verið á mæði visnu urðu mjög gagnlegar en núna HIV mest rannsóknuð af öllum veirum en samt ekki öll kurl komin til grafar. Ennþá hefur hvorki tekist að finna bóluefni né lækningu. Þeir sem að sýkjast af HIV þurfa að taka lyf ævilangt en læknast aldrei. Enn mjög mikil þörf á rannsóknum á þessum veirum og við teljum að rannsóknir á mæði visnuveiru geti verið mjög gagnlega til skilnings á HIV. Sem nýlegt dæmi það hvernig rannsóknir á mæði visnuveiru hafa aukið skilning á HIV rannsókn á gerð innlimunar ensíms þessara veira en veirurnar nota þetta ensím til þess að innlima
erfðaefni sitt í litningahýsilsins og það ein af aðal ástæðunum fyrir því að sjúklingurinn sýktur ævilangt, að veiran hefur innlimast í litninga hans. Þetta ensím sem að kallast integrasi hefur reynst mjög erfitt í rannsókn í HVF og hefur ekki tekist að finna út byggingu þess, en hins vegar var ensímið úr meðvirkniveiru mjög auðvelt í rannsókn og tókst að finna hvernig byggingu þess háttað og svara mörgum spurningum sem hafði verið ósvarað í HVF. Í þessum rannsóknum hafa verið fjölmörg meistara- og doktorsverkefni, auk minni rannsóknarnemendaverkefna, og við höfum haft samstarf við ýmsa aðila erlendis og hér heima, en þar ber helst að nefna Minnesota háskóla og Kaliforníu háskóla í San Francisco.